Ég heiti Halldór Skúli og ég er að gera myndbandsverkefni með Serví um, myndina Coach Carter og mér fannst bestu myndina hvernig hann hagaði sér við leikmennina í körfuboltaliðinu og hann vil líka þegar hann læsti úr ræktinni. Það var svona það sem mér fannst best en þá líka mér fannst slæmt þegar frændi hjá einum dó. Og hvað fannst þér gott, Serví? Og þarna persónan sem mér fannst uh, standa mest upp fyrir mér var einmitt uh, Timo Kruse sem var leikinn af Rick Gonzalez því að hann fór úr að vilja ekki hlusta á hann og fara mjög mikið í vitlausa átt yfir í að hlusta mikið á hann og taka Coach Carter sem fyrirmynd. En hvað finnst þér, svona persónu sem þá fyrir, fyrirmynd? Já, þar tók Timo Kruse í vegg. Já, þannig að, og ég lærði mikið af myndinni, sérstaklega bara hvernig hann fékk alla til að haga sér. Bara, hann var mjög mikið og það var mjög mikið tengt skólanum og ég tengi mikið við myndina fyrst að ég er í akademíunni þannig ég þarf líka að skrifa undir samning og þá er ég bara í, þá er það bara mikill partur af mínu lífi þessi í akademíunni þannig að þetta er mjög líkt því. Og hvað finnst þér? Já, og mér finnst að myndin sýni mikilvægi aga og ábyrgðarsamvinnu á æfingunum í byrjun. Það er bara, þá segja hann öllum hvað er að fara að gerast
og þá byrja bara allir að bera ábyrgð og vinna saman í samvinnu. Mér finnst það bara það mest í byrjun og bara líka í gegnum alla myndina. Já. Og ef ég væri í sporum persónunnar þá myndi ég alltaf hlusta á þjálfarann. Þótt að þetta getur verið svolítið strangar reglur þá eins og sagt í myndinni þeir voru fucking lélegir fyrir tímabilinu á undan og þá held ég að væri bara best að hlusta á nýja þjálfarann sem gæti hjálpað. Ég held að það þarf ekkert meira að sýna það. Þetta er bara, þetta er bara miklu betra þegar þeir eru komnir. Síðan finnst mér líka að sýna seinast að þannig að það er líka eitt af versta sem mér fannst var í endan þegar þeir töpuðu í leiknum með 1 stigi. Það hefur nokkuð sem gerst við mig og það er hræðilegt þegar það gerist. Því að maður veit að maður er svo nálægt því. Ok, þá er þetta búið og takk fyrir okkur.